Kæra þakkir Lilja og hjartalega velkomin þið sem hér sitji og þið sem horfið á heima. Þetta að mörgu leyti dálítið söguleg stund og mér persónulega mjög dýrmætt vegna þess að við erum einhvern veginn að brúa bilið á milli veruleikans okkar í dag og sagnfræðarinnar með því að bregðast aðeins öðruvísi við áföllum heldur en við gert hingað til og ég skora á ykkur að kíkja einhvern veginn inn á tímarit og lesa íslensku blöðin sem komu út þegar spænska veikin gekk yfir. Hægt og rólega sér maður hvernig samfélagið svona lognast út og svo þagnar það alveg og svo fer það í gang aftur. En engar auglýsingar voru fyrirferðarmeiri í aðdraganda þess að samfélagið svona hálflamaðist en auglýsingar sölu á rottueitri. Vegna þess að menn trúðu því að við varum að glíma við drepsótt og það eina sem þeir kunnu við að glíma við drepsóttir var að þetta kæmi með rottum og flóm og þannig að menn gripu í 300-400 ára gamla þekkingu til að takast á við veruleika þeirra sem hafði þetta engin áhrif á faraldurinn sem slíkan því að hann var af allt öðrum sökum. Við erum í dag að ræða áhrif COVID-19 á menntakerfið okkar og hvernig menntakerfið okkar brást við, á hvaða styrkleikum byggði árangur okkar, á hvaða veikleikar afhjúpuðust og við erum að gera það sögulega að við erum ennþá að glíma við þetta. Við erum að deila staðreyndum og upplýsingum og gögnum, bestu gögnum sem við höfum aðgang að og ég leyfi mér að fullyrða einhverjum bestu gögnum sem nokkurt samfélag hefur. Og við erum ekki bara að gera það í þröngum hópi einhverja sérfræðinga, við erum að gera það með allir þjóðinni og geta allir tekið þátt í samtalinu og það mun allir fá tækifæri til að láta sína rödd hljóma og ég mun útskýra hvernig það er gert hér í lokin. Þetta er sögulegt og ég er ykkur þakklátur sem hingað komu og gáfu tíma ykkar og vinnu við að undirbúa þessa ráðstefnu og flytja hana síðan. Dagskráin er glæsileg. Við munum byrja á því að kíkja inn gluggann í fræðasamfélaginu. Fræðasamfélagið vaknaði strax og nýtti sína sterkustu hliðar í því að greina hvað var að gerast, safna upplýsingum og er núna bara rétt að snerta toppinn á því hvað þessar upplýsingar segja okkur. Og til þess að koma að segja okkur frá þeim frumniðurstöðum sem þó liggja fyrir og þeim gögnum sem við höfum aðgang að, þá ætla ég að bjóða hingað upp Kolbrúnu Pálsdóttur, forseta menntavísindasviðs, sem mun leiða okkur í sannleikann það sem fræðasamfélagið hefur orðið áskynja á COVID-tíma. Gjörðu svo vel.